Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Við byrjum oftast þriðjudaga á laginu Crazy Bastard. Þá Sveppurinn með mér. Það smá breyting þar á í dag. Sveppi að máta föt fyrir brúðkaup sitt, þannig að hann komst ekki í dag. Byrjaði þessa mátun 3:30, ég veit ekki, tekur 2-3 tíma að máta svona föt. Þetta ekkert að skipta með meira því. Það komið góður maður í hans stað, hann heitir Hjörvar Hafliðarsson og Hjöppi, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er mjög góður. Þú ert eldtannar og fín. Já, takk fyrir það. Búin að vera í sólinni bara og hafa það kósí. Já, segðu þú. Já. Ég er mjög feskur. Hvernig að koma í þetta veður svo? Það ekkert sérstætt, ég vilja vera allt lengur. Það reynda búið að vera gott veður, menn varst úti. Já, ábyggilega Simpson-hláturinn sem ég mista var líka ábyggilega svo besti frá upphæðu, sko. Það alltaf þannig að maður fyrir eitthvað í burtu. Og alltaf gott veður fyrir norðan, svo mæti maður þangað að það vera viðbjóður. Þannig að ég veit þetta miljónsum. Þú varst ekkert að missa neinu Simpson-þætti, það var samt mjög gott veður, menn varst úti. Ég lík því ekki. Ég hef oft heyrt, þetta gerist til alltaf, þó ég fara út í janúar, þá var alltaf besta veðri sem að... Já, þú ert alltaf að missa þetta. Ég svo sem... En ég meina, þú varst í 32 gesta hitta, þannig að þú getur ekki kvartað. Nei. Fórstu ekki að sjá vininn Pitbull á tónleikum? Jú, fór á Pitbull. Hvernig var að sjá góðið á tónleikum? Var hann góður? Já, ég held að þetta sé langbest tónleika sem ég fara á. Ég held að það besta sem ég sé áður ég fór á þetta var líklega Rammstein. Já, hérna í höllinni? Já, það var mjög gáðan. Já, Rammstein, það voru grjótar. Það er gaman að fara á, þú veist, ég er gaman að Bloodhound Gang með Duran flottir og 50 Cent. Það besta núna? Ég menna það á engin svona mörg lög eins og í raun og veru eins og Pitbull. Hann á 3 góðu, ekki? Nei, hann á náttúrulega, sko, prógrami hjá hann var að hann byrjaði með Akon Mætti Akon, eða? Nei. Það voru engin svona gestasöngur hann? Enrique Iglesias var gesturinn. Mætti hann? Já. Nó, já. Það tóku hann að lægja það. Yeah, I like how it feels. Hvernig brjálaðist ekki allt að Enrique mætti hann? Jó, hann átti að snappa allt í byrjun þegar að kallinn byrjaði, sko. Já. Hann byrjaði, sko, dæmið á Rain Over Me. Byrjaði hann á því? Það ekkert annað. Svo tók hann aftur með dæmið, sko, þegar, þú veist. Já, það oft svona við listamenn sem ekki mörg lög, þau þurfa að taka saman lagi aftur. Jó, hann tók tvisar bara, þetta var bara... Tók hann öll lögin sín tvisar? Nei, hann tók bara þegar hann klappaður upp. Já, ok. Og tók hann þetta eftir því að það var vangið stemning og náttúrulega þetta Havana Brown-lag náttúrulega búin að taka, nánast yfir Spán og svo náttúrulega þetta nýja lag með Taio Cruz. Já, en hvað er svona sangað svona miðað við tónleikana hjá Pitbull, hvað er vinsælasta lagið hans þegar það kemur að... Það er væntanlega Gimme Everything. Gimme Everything? Já, ég hef aldrei séð bara eina höll bara fara á hliðina eins og það ekki þegar það kom. Var uppselt? Já, löngu uppselt og við mættum hann til Valencia kl. 3 daginn. Það var reyndar allt brjálað í borginni þegar var Formule 1 sama dag. Já, ok. Þannig að borgin var stöppuð. En raðirnar fyrir utan, sem sagt, nautabánavöllin sem þetta fór fram, ég hef ekki séð svona röð, sko, þú veist, þú getur opnað raftækjaverslun og verið með alltaf 1 krónu og þú fengir aldrei þessa röð, sko. Það ekkert annað. Það heyrið það, ótrúlegt. Kæru Íslendingar, ef það ekkur í þeim hugleggingum að kíkja á Pitbull og þá vil Hjöppi K meina það sé stórkostleg stemming á þannig tónleikum. Ég er persónulega ekkert gríðarlega spenntur fyrir því, en auðvitað hef ég verið að núti og það er mætt. Já, wow. Já, maður hefði farið. Wow. Við erum með rosa þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, við Hjöppi ætlum að fara hér á eftir í lélega símaatkeppnina. Hugmynd sem að smalli á okkur í gær og við Pétur og Sveppi, við keppum stundum í atkeppni, það átt að reyna að gera gott at. Okay. En við ætlum að keppa í bara svona, reyna að gera þess lélegt símaat og við getum. Án þess að sé skiluru, við erum ekki að fara að hringja og prumpa, þetta er ekki eitthvað svona, þetta er ekki það hallarslegt, þú þarf dagsvílega að vera með eitthvað í gangi, skilur mig. Þú ert að hugsa eitthvað svona plott sem þú ert að reyna að ljúga einhverjum. Ég klári það. Þú maður keppið því og eftir og svo erum við með flottulega keppnina á sínum stað, sturlaða staðrendir, tuðhotnið, lægi á leiðinni heim og svo aldrei vitanum ég reyna að tekka á Brjániðbrekka, ég reyndi að hringja hann áðan en fekk bara talól, við sáum til hvort að hann svari, get ekki lofað neinu þar. Við erum með þéttan og góðan þátt handa ykkur í dag. Er eitthvað annað að frétta fyrir utan þú varst á Pitbull? Það er bara gott. Sáttu við sigurinn í Evrópukeppninni? Þetta er kannski ekki svona mitt upp á slið, sko. Þetta var ekki sérstaklega svona úrslitaleikurinn. Þetta var svona eins og okkur svona kappræði keppni á milli Jóhannu Sigurðardóttur og Svavars Gestssonar. Það var ekki þetta að halda með öðru liðinu, sko. Nei, þetta var eiginlega, úrslitaleikurinn var aldrei skemmtilegur einhvern veginn. Það var bara bust. Þetta er svona einhvern veginn lið sem hef ekki, svona Þýskaland hefur alltaf verið mitt lið í öllum stórkeppnum, þannig að
Það var erfitt að halda með einhverju liða þarna, sko. Englendingarnir mínir dutt út í vítakeppni eins og alltaf, sem er óþolandi. Þeir áttu reyndar alveg bara að skilja þetta út, sko, í bara venjulegum leiktíma, sko. Já, það voru ekki góðir. Það vantar eitthvað En ég meina, Spánn er náttúrulega, þetta er besta landslið allra tíma. Já, ég held að séu svona að sanna það. Er þetta ekki fyrsta sinn sem eitthvað lið vinnur 3 stórkeppnir í röð? Jú, sem sagt, náttúrulega, ef þú kallar Suður-Ameríkukeppna, ég veit ég, sko, Suður-Ameríkukeppna er náttúrulega líka stórkeppni. Já. Þannig en fyrir þetta UEFA og FIFA batteri þá er þetta fyrst skil. Akkurat, og óskum við öllum þeim Spánverjum sem eru hér á Íslandi til hamingju með það. Hvað ætlum að segja það á spænsku? Congrats. Nei. Viva España. Nei. Los tendos y llevados y España Moviana Mundial Fútbol. Hvað varst það lengi að því? Mánuð það? Það var bara... Þú bara komið tungumáli. Já. Herru, byrjum á Snoop Dogg. Þetta er Snoop Dogg og félaga með Young, Wild and Free. Ég veit nú ekki hversu ungur Snoop Dogg er hann ekki verið 50, kallinn? Snoop Dogg? Já, en hagast er eins úlingur sem er bara flott. Hann er ekkert verið 50. Ungur í anda. Já, ég held að það sé 43 eða eitthvað. Veð ekki? Það getur verið. Það getur verið. Skiptir ekki öllu máli því að það er komið að slúðrunu hér í FM 95 Blöð. Góðum með það. Já, ertu til í eitt góðan? Já. Það er sko eina... Þéttan slúðbaka. Já, þéttan slúðbaka. Eina sem er að eyðileggja svolítið fyrir mér. Það er alveg sama hvað síður ég fyrir inn á. Þetta fjallar allt Katie Holmes og Tom Cruise einhvern veginn. Með hverjum heldur þú? Með hverjum held ég? Ég held með Katie Holmes. Ég held með Tom Cruise. Þó ég sé Tom Cruise maður og ég fíla bíómyndarnas, þá held ég hann sé bilaður. Hann er ekki bilaður. Allir snillingar eru bilaður. Nefndu mér eitt snilling sem er ekki bilaður. Ég er bilaður. Ha, erst þú bilaður á hvaða hátt? Þú veist, ég er snillingur, það er allir bilaður. Þú ert ekkert bilaður, þú ert ótrúlega venjulegur. Hvernig er þetta bilaður? Bara ég get verið bilaður. Já, þú getur bilast, reyndar, kannski... Ég meina, Tom Cruise getur það líka. Ég veist, Katie Price, hann á hitt að vera með þess að Katie Price, Katie Holmes, já. Hefur þú séð Tom Cruise í bláu jakkafötunum hlaupandi hann í Ghost Protocol, Mission Impossible? Já. Hann á þá ekki að vera með, sko, Katie Holmes. Katie Holmes er huguleg og góð kona. Ég stiði hann í þessu öllu saman. Hvað var það, 5,5, 6,5? 6, nei, hún er 8. Það er allavega komið að slúðri hérna og ég ætla að byrja einmitt á þeim, Katie Price, nú erum við að rögla með Katie Holmes og Tom Cruise. En já, samkvæmt slúður fréttum hann úti, og þetta er nú reynda komið á íslenska síðu líka, að þá var Katie Price lofað frægð og frama fyrir að gifta Tom Cruise. Hún heitir ekki... Katie Holmes, já, hvað okkur ást að koma þessi nafn í hausinn á mér. En það er vist þannig að fyrir 5 ári síðan að þá fór Vísindakirkjan ásamt umboðsmanni Tom Cruise í leit að konu fyrir hann til þess að bæta ímyndans og reyna að svona drepa niður einhverja samkynnaðar sögur og það var að byrja á því að tala við hana hérna leikonu úr Modern Family. En hún vildi vist, Sofía Vergara, en hún vildi vist ekkert með hann hafa. Hún fór og kynnti sér eitthvað Vísindakirkjuna og hún er búin að staðfesta það að hún hefur svona eitthvað aðeins verið að hitta Tom Cruise. En ég man eftir þetta gerist, þá var eitthvað að tala um að hún eins og hún bara verið tekin í hálfgett viðtal, eins og atvinnuviðtal. Já, það hvort hún væri nógu góð til að vera konan hans Tom Cruise. Hún hafði engan áhuga á þessu og svo þá var farið að Scarlett Johansson og henni var boðið þetta starf að vera eiginkona Tom Cruise. Þá var með þess að búið að bjóða henni hlutverk í Ghost Protocol, nýjustu Mission Impossible myndinni, en hún hætti... Nei, það er já, 3. Það stendur þetta Mission Impossible, henni var búið hlutverk í Mission Impossible, en hún hætti við það því að henni fannst þetta allt svo skrítið og segir hérna við The Huffington Post að Vísindakirkjan hafi tekið hann í eitthvað viðtal líka og Tom Cruise var að setja eitthvað bækur á hana, að láta hann að lesa og hún hætti bara við þetta allt saman. En Katie Holmes var svo 3. í röðinni og heillaðist af bæði Vísindakirkjuna á þeim tíma og Tom Cruise og tók að sér þetta hlutverk að verða eiginkona Tom Cruise. Þetta hljómar altså steikt eitthvað maður. Þetta er ekkert svona maður, þetta er Tom Cruise. Já, þetta er eitthvað skrítið. Þetta er Tom Cruise, þú verður átt á því. Já, sko, það er modern day more successful actor í heiminum? Nei, ég sagði það einmitt hér í gær, eiginlega alla bíómyndarnas eru góðar. Hver er uppáðast Tom Cruise myndi? Það er erfitt að segja, ég er rosalega Rain Man, ég er enda að dýrka Days of Thunder á sínum tíma. Mér finnst hún hrikalega góð. Ég er náttúrulega grjótarður Top Gun. Já, Top Gun er eðalmynd líka. Rain Man. Þannig að... Ég myndi að myndina sem er gæði gert, Rain Man. Já, Rain Man er góð. Þannig að þú Interview with a Vampire. Já, maður geði ekki líka. Þannig að þú ert ekki að kaupa það er bara verið að bjóða konum. Nei, þetta er Tom Cruise. Já, finnst þér hann ekkert skrítin hér? Nei, ákveður hann skrítin. Það er eitthvað vírt við hann. Hvað er skrítið við hann? Til dæmis þegar var að hoppa á sófanum í Oprah Winfrey. Hvað sjópið hann þá? Eitulið? Hefur aldrei verið ástengin? Hef ég aldrei verið ástengin? Ekki svona, greinilega ekki. Ok, þá er greinilega aldrei verið almennilega ástengin. Hefur þú hoppað á sófa hér? Ef ég er mjög ástengin? Já.
Já, bara í viðtali. Og rúlla mér, nei, ekki í viðtali. Myndur fara bara í beinni á Lóa Bergmann og byrja að hoppa á sófórmið og svo ástofanginn af nýju kærastunni henni. Og mér besti vinnur David Beckham, besti vinnur hans. Já. Beckham náttúrulega mannþekkjari, við þekkjum það báður. Já, reyndar, þú náðu mér aðeins þarna. Já, ég að segja það. Ég held samt að það sé skrítin, en hann á afmæli í dag og óskaði henni til hamingju með það. Já. Og það eitt sem mér finnst lélegt, nú ég eitt mest afmælisbarn sem fyrirfinnst. Gat ekki Katie Holmes beðið með hennar skilnað til eftir akkur að vera eyðileggja, hann 50 í dag, strákurinn. Þetta stóra afmæli. Nákvæmlega, eins og margir gera þeir að fara að skilja við kallinn sinni eða eitthvað svona, að leyfa fyrst jólunum að klárast. Já, bara fyrir börnin og annað. Já. Akkur beðið hún ekki aðeins? Nei, þetta kallar maður að vera heiðalegur að klára þetta eitt og bingo, ekki býða eftir að jólinn klárast. Já, ok, menn ef my future wife að einhvers staðar út að hlusta, býttu þá til ég búin að eiga ammali ef það er svona stutt í það. Þetta munaði einhverjum 4 dögum og kallinn var að vera 50. Þetta komið svo 3 ára heiðskjöru lofti fyrir hann. Hann var bara að fara alltaf upp á ammali sitt á Íslandi og jolly. Allt í guti. Hann veit alveg að eitthvað verið í gangi. Nei. Jó, ekki samkvæmt. Verðum að tala við Tom Cruise, já. Ég heyrði hann í gær. En alltaf, hann á afmæli í dag, hann er 50 til hamingju með það, Tom. Og ég bara óska honum, er það ekki bara 50 hann og lausir þess að Katie Holmes þarna? Ég veit það. Þetta er ekki bara eitthvað Dawson's Creek, eitthvað bíómyndaleikari? Nei, þetta er bara, þetta er, hvað, fer það eftir bíómyndur og hvað hann er góð? Nei, þú veist, er þetta ekki gæi sem á að vera í einhverju skemmtilegur en þessu? Nei, ég veit það ekki. Ég ætla að hætta að tala Tom Cruise núna. Og if you're listening, Tom, er hann farin á landinu það? Happy birthday from us here. Tom, if you're listening, we're with you. No, I'm with Katie. I'm with Katie Holmes. I love happy all birthday. your movies, especially the last one you did, the Mission Impossible Ghost Protocol. I'm a big birthday boy, so happy birthday if you're listening. I thought it was a great movie. Svo það næsta, það Harry Styles, veistu hvað það Harry Styles? Já, hann einn af söngurunum í, hvað heitir þessi strákal hljómsveit hérna? The Wanted, Nei, hinn hérna, sem að gera allt vitlaust, sem hérna... Justin Bieber? Nei, okkur þetta alveg stóluð mér, okkur stendur ekki nafni á hljómsveitinni hérna í þessu slúðri. Ég er alveg fljótur en þú að finna þetta. Já, ég finn þetta. One Direction? Já, One Direction. Hann einmitt í þeirri hljómsveit og hann á leiðinni heim núna eftir tónleikaferðalag frá Bandaríkjunum. Hann búinn að vera þar að túra með hljómsveitinni og gera allt vitlaust. En það býður hans brjálaður eiginmaður, ekki eiginmaður hans, heldur eiginmaður hennar Lucy Horobin sem er 32 ára og já, það var að komast upp þau, sem sagt í fyrra, þessi stúlka sem heitir Lucy Horobin, hún stjórnar einhverjum útastætti þarna út í Bretlandi, svona einhverjum FM 95 blöð þætti sjálf. Og já, hún sangaði hjá Harry Styles í fyrra þegar hann var 17 ára og hún 32 ára og þá var hún búin að vera gift í 9 mánuði. Kallinn hennar var að koma að þessu, þetta er út um allt í bresku pressunni og hann er vist á leiðinni heim til þess að reyna að settla þetta allt saman. Hvaða lag á þetta band? That's what makes you beautiful. La la la. Ég þekki ekki fleiri lög. Ég myndi ekki hvað hljómsveitin heitir en hún er gríðarlega vinsæl á Íslandi líka. Og that's what makes you beautiful. Já, þannig að hann er á leiðinni heim að reyna að setla þetta allt og ég veit það ekki. Já, hann er að setla þessi mál. Já, en ég held að sé ekkert rosalega skemmtilegt að vera nýgiftur og svo bara eitthvað 17 ára gutti að sofa hjá konuninu. Hún á sama aldra við. Já, það er bara... Í einhverja svona boyband hljómsveit. Hvað heldur að vinir hans sé að segja hann? Hvað myndir þú segja mér bara ef að kona mín væri með einhverjum 17 ára gutti heldur við þig, sko. Nei, ég myndi líka að vera þakkláttur fyrir það. Þetta var kannski ekki besta slúrið, ég enda hér á... Er það búið? Nei, það er ein viðbót, það er eitt leðilegt við sem í útvarpi núna því að þá get ég ekki sýnt myndina af þessu. En Lady Gaga er víst, já, hún lítur út eins og önd í dag eftir að hafa, já, farið í vara aðgerð eða látið setja í varirinn á sér. En vill nú meina að þetta séu hennar raunverulegra varir. Það er allir kvenmenn einhvern veginn að núti feimni við það að viðurkenna þegar það er búin að láta setja í varirinn á sér. Það er vist ekkert feimnismál með brjóstin, en hún segir hér í einhverju yfirlýsingu að hún hafi ekkert gert við varirnar á sér að það séu bara svona, en svo eru 2 myndir hérna, annars vegar hvernig hún leit út fyrir mánuði síðan og hvernig hún leitur út í dag og þetta er bara heiminn og haf. Ert þú með sílikon einhvers staðar, sjálfur? Hvað sagðirðu? Ert þú með sílikon einhvers staðar? Hvar þá? Nei, bara spyr. Nei, hvar ætti ég að setja sílikon? Nei, ég veit það, ég bara spyr. Eru karlmenn með sílikon einhvers staðar? Já, karlmenn láta alveg spraut í varirnar á sér líka, sko. Nei. Þú getur að setja líka í kassan á sér. Setja í kassan, já, ok, ég myndi frekar setja í kassan á mér en varirnar á mér. Hvaða helvita kallmaður setja sílikon í varirnar á sér? Það veit ég ekki. Já, ég þurfti að vera okkur í lifnum. Ég sé þetta, sko. Hefur þú séð þetta á íslensku kallmanni? Nei, ábúinlega ekki á íslensku, menn ég sá þetta í einhverjum þætti, sko. Einhverjum þætti, já. Í alveg í útlöndum. Já, í útlöndum, sá þetta þar. Hey, but Tom, if you're listening, we support you, we're with you all the way. Nei, við supportum Katie Holmes í þessu þætti.
Þetta var Rihanna á FM 95 Blöð á FM 957 líka á þessum fína þriðjudegi. Herru, Blöðmaður. Já, frábæra opnur hér. Herru, hérna, það er eitt sem ég langar að ræða. Það er erfitt að ræða. Okay. Við höfum nú gist saman. Já, sem sagt saman í herbyggi. Já. Í sikkur rúminu samt. Já, það voru samt saman næstu. Já, svo það sé alveg á hreinu. En ég hef lent í því að vera í svipuðum ferðum og gista með öðrum karlmanni í sikkur rúminu. Já. Og ég man ekki eftir þínu fari, en hrotur. Já, ég er nokkuð laus við þér. Það er ekki nema sem búið að vera mjög erfiðu dagur hjá mér og erfitt kvöld. Ég veit ekki, en mér tókst eina nótt sem fyrir nokkrum ára síðan, þá hraut ég. Já. En síðan tókst mér að búa til hennar fullkomna öndun. Þannig að ég anda eiginlega fullkomið meðan ég sef. Já, ok. En mér langar rosalega að vita, þegar mér finnst kallmenn, er það ekki kallmenn sem að hrjóta yfirleitt hærra en konur? Já, konur hrjóta nú ekki ofta. Ég hef alveg heyrt í konur hrjóta. Já, ok. En hérna... Það er ekkert í líkingu við kall, ég get alveg áreindar fínar hrótur, En hérna... Ég get hrósað þér á móti að þú hraust ekki, að það var svo ég muni, en til dæmis í evrópska draumnum, þar lendi ég í því, bara einhverju sem ég hef aldrei lent í áður, að það var ekki hægt að sofa við hliðina á mannum, það er Steindi Junior. Ég hef einmitt lent í þessu sama, þurfa með 2 kotta að klemma eyrun á mér, að reyna að blokka hrótur og reynda íti í mannin, en þú fékkst alltaf... Þetta er viðbjóður. Og þetta er hörmung. Já, það er ekki hægt að sofa. Þú ert að reyna að hvíla og sofa og langar að hvíla þig. Og það er manneskilin hérna hrjótandi. Og mér langar svo að vita hvað þessar konur sem eiga menn sem hrjóta mjög hátt. Já, Steindi, hann er það séður. Hann var með, eyrnatappa, tók hann með út af því hann vissi til þið vesen, og hann lét með eyrnatappa, það virka ekki neitt. Og svo er það þannig, alveg eins og þú segir, svo byrjar hann að hrjóta, þú ítir í hann, þá kemur hann alltaf, var ég að hendi í það? Nei, en veistu hvað mér er sperra? Þegar þú ítir í, og þá kemur... Svona smjá. Og svo eitthvað smá tími af lágum hrjótum, og svo hugsaður með þér, ég verða svona, og hann byrjar aftur á fullu. Svo byrjað, það er viðbjóður. Þetta er viðbjóður og ég vil fá svona einhverjum feedback frá einhverjum konum sem eiga menn sem hrjóta mjög hátt. Já, ok, viltu fá að láta hringja inn? Ég vil bara fá að heyra hvað er hægt að gera við þetta lið sem að hrýtur svona ofbóðslega hátt, því ég vil hjálpa þessu fólki. Tjekkum að 511-0957 ef það eru einhverjar konur hann úti sem er að glíma þetta vandamál sem við Hjörvarum að ræða hér, eiga mann sem hrjóta og við skulum tjekka hérna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Það er bara ljómandi gott, en það er ekki bara kallmenn sem hrjóta. Ég hrýt svo bakalega og þetta er rosalega erfitt fyrir mig. Já. Hefurðu reynt eitthvað? Nei. Það er vist hægt að fara einhver aðgerð. Já, það er hægt. Og það er ekki hægt að sofa með grímu, en það heyrist vist alveg fullilega mikið í þessari grímu. Sofa með grímu? Það er reyndar ránd. En það er einhvern tímann kom einhver plástur sem áttur að setja og átt að dreipa þessar hrótur? Já, það er samt að vera par með sjóta bæði. Þetta er hillingur að vera útilegur. Mér finnst það svolítið svona, finnst manninu ekki svolítið svona sexy eiginleiki að þú hrjótir mikið? Jú, þú finnst ógeðslega gaman að þetta bara korflun. Þú varst yndislega nótt, þetta er ræði. Hann getur ekkert sagt ef hann hrýtur sjálfur svo sem. Nei, hann neitar að trúi að hann hrjóti herri en ég. Herri, ertu ekki með svona voice recorder á símanuðinu? Smeltu bara á hann þegar hann byrjar að hrjóta bara og segja, þetta er hérna ákveðin einstaklingur hérna frá því nótt. Þetta er þú. En hvað gerir þið þegar bara eru þið farin að lifa með þessu bara það? Ég læt hann alltaf snúa sig, hann sá bara undan mér yfirleitt. Já. Það verður þetta yfirleitt, þá fer hann fær að fara yfir því hinn að hliðina, sko. Já, ok. En hefur þið aldrei langað bara til að kýla hann þegar hann hrýtir? Þegar maður er komin 38 vikur að leið og hann er að hrjóta hann, kannski drukkinn. Þá er þetta ekkert æðislegt. 38 vikur að leið og hann er drukkinn við liðuna að hrjóta, það ljómar ekki vel. Það er ekkert æðislegt. Takk hjá fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, bæ. Þarna var kona, hún hrýtur nú sjálfsagðan. Hún bara viðurkenndi það. Það er líka svo fyndið. Svo í klárið þegar ég var ítað til dæmis í hann, hann veit hann hrýtur alveg rosalega, þá vaknaði hann byrjaði ekkert svona eins og þú talaður þá kom alltaf, hvað, var ég byrjar, var ég að henda í það? Já, varst byrjar að hrjóta hérna þú mátt ekki vera reiður með þetta, þú veist þetta er ekki viljandi og svona, hann var svona lítill í sér það var takk einn hérna FM 95 Blöð, kannast þú við þetta vandamál? Herðu, já, ég fyrirverandi kærasti mínu var þannig. Fyrirverandi? Já, fyrirverandi. Er það ástæðan fyrir hann fyrirverandi kærastin í dag? Já, kannski. Kannski, já. Það var auðvitað oft þannig að ég bara sparkaði hann fram á rúminu ef hann hreytur rosalega hátt.
Já, sendur hann bara fram í stofu, eða? Nei, hann hefði oftast og hélt hann hafi bara dottið fram á rúminu en það er ekkert eftir að ég hafi stoltið hann fram úr. Það er þetta fínt trikk líka. Og svo er þetta, það er eins og þetta hafi farið yfir í son okkar, sko, því að hann byrjaði á þessu líka, sko. Já, tekur það frá pappa sínum. Já. Hvernig finnst þér svona mómenti þegar þú heldur að hann hafi verið hættur að hrjóta og svo kemur svona mínútu pása og svo allt í hennu byrjar þetta aftur? Þá er ég bara ógeðslega pyrruð, sko. Þegar þú ert að lýsa þessu vera, þetta er að minna með á, það er eiginlega ekkert sem fer meira í töðnaramann þegar maður reyna að sofna maður. Ógeðslegt. Já, þetta er alveg skelfilegt. Sérstaklega einmitt, þetta verður alveg sérstaklega mikið einmitt þegar kallmaðurinn er einmitt drukkin. Þá verður þetta einstaklega mikið, sko. Herri, geturðu leikið fyrir okkur kannski eitthvað, við hefðum fengið demo á þessum hrótum? Nei. Voru það kraftmiklar? Já. Ok. Við sleppum þetta leikinn. Ég tók upp einu sinni, af því hann trúði ekki að hann hitti svona, þannig ég tók þetta upp og hann bara, þetta er ekki ég. Ok. Þá áttu að segja svo, já, ég er stödd hérna á heimili mínu, dagurinn er 20. júlí og hér er hann að hrjóta. Ég meina, hann ætti nú að trúa því að, þú veist, ég hef verið að taka hann upp af því að, þú veist, við vorum bara 2 heimili þá, sko, þannig að... Já, en þú ert lausveit í dag. Já. Sonurinn er komin eitt í staðinn. Já. Hann verður ekki drukkinn í smá tíma, vonandi. Nei. Ok. Það er ekki vona það, já, takk. Takk fyrir ekki, bæ. Þar er það, þetta er vandamál sem að margir að nút er að glíma við og... Þetta er bara umræðin sem ég verða að fá hans að ræða mér af. Já. Kristján vinnur okkar. Já, Kristján Óli. Já, hann hrýtur rosalega. Já. Það vandamálu við hann og þú slærið hann í bækið og segir hætt þessu. Þá hættir hann í smá stund, smjattar svona og svo kemur fyrir að blása svona með munninum sem sker eyrun á þér alveg hrikalega og verður eiginlega verra en hárota. Hefur það heyrt svona? Nei. En hann þá alltaf að reyna að hljóta ekki? Já, en svo 2 mínútur seinna fer hann aftur í kraftmikla sprengjur, sko. Kristján, þú ert að hlusta? Bent og félagar í Rottweiler hundum, ríkilega gott að þetta ferð, klárum allt í kvöld. Ég minni hér á sumarleik FM 957. Við Hjörvar tökum símtal hér eftir örskapa stund og fyrir ykkur sem ekki búin að skrá ykkur, farið endilega inn á fm957.is og skrá ykkur í þennan leik. Það gengur út á það að við hringjum hér á eftir í eitthvað sem er búin að skrá sig í leikinn og hann þarf að svara með því að hvað er þetta nýja. Já, ég þekki Ásgeir Kolbeins, þannig að við hringjum í eitthvað hér á eftir og þá erum að gera að svara ég þekki Ásgeir Kolbeins og þá ert þú á leiðinni í rafting með Arctic Rafting niður Hvítá. Þannig að þetta er alvöru vinningur og ef það fer ekki út þá er líka pítsuveisla hér á eftir og miði á bestu útiháttina. Þannig að það er að gera að skrá sig í þennan leik. Við hringjum í eitthvað nættur, einhvern grótarann. Svo var einhver hérna kvart yfir á Twitter, hann héldi allt inn að vera komið 50 dagar því hann heyrði röddina Sjöpa K í FM 95 Blö. Já, ég er hérna til að leysa Sveppa af því að hann er hérna að máta giftingafötin sín. Já, það tekur náttúrulega tíma fyrir klæðskera að búa til jakkaföt á svona mann. Svona, það er náttúrulega stuttar buxur en breytt mitti. Já, hann er líka að fara að giftast eftir 1,5 mánuð. Það er að gera að gefa sér góðan tíma í þessi föt. Ég held að sé meira að vera svona fötunum hans heldur en konunans. En Sveppurinn verður mættur hérna á 5. daginn í staðinn. Þannig að, já, ég vona við sem ekki að ruggla of mikið af fólki hérna í rýminu. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð og svo í Sturla staðrindir og í sumarleik FM 957. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna Besta útiháttíðin Gaddstaðarflötum Hellu Dagana 5. til 8. júlí Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og lang besta skapið Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins Sólgögg
FM 95 Blö á FM 95. Þetta ljósitinn Fun með lagið We Are Young. Þetta allt tengt ykkur hvað allir ungir hérna í tónlistinni okkur í dag. Snoop Dogg á hann með Young, Wild and Free. Þú er kannski þínum svona yngri árum líkur kannski officially núna helgina sem út fagnar 32 ára afmæliðinu. Já, ég sem sagt á afmæli á sunnudaginn en á laugardaginn, ég ætla að halda upp á laugardaginn on the stroke of midnight þá í afmæli. Já, það verður 32 ára. Varst að segja það, okkur að gera eitthvað meira úr því? Nei, ég veit að kemur ábla mörgum held ég á óvart. Hvað er ungur? Eða hvað? Það er mitt, hættu þessu hjá. Í alvörunni. Þú ert jafn gamall og ég. Já, ég veit það. Ekki gleyma þig. Nei, en það sem ég er að segja við þig, nú er ég ekki að vera með einhver stæla. Nei. En þú ert náttúrulega búin að vera lengi í hérna, svona í deglunni. Fjölmiðlum. Já, og með lítið hár, þannig að fólk ábla heldur og sért heldri. Já, við halda flestir í sér 60 örugglega. Nei, ég styttist hér í... Það styttist hér í lélega atkeppnina hér hjá okkur Hjöppa. Þessi 36. Og styttist líka í sumarleik FM 95 Blö, FM 95 við ætlum að ringja hér rétt og eftir og það er í boði rafting frá Arctic Rafting og pizzaveisla frá Dominos af því að þetta fór ekki út síðast og þið þurfum að segja þeirri svarið ég þekki Ásgeir Kolbens, förum í það hér á eftir en ég ætla að byrja á sturglum staðröndum. Já. Þú hefur ekki heyrt þær lengi? Búin að standa á Spáni, bara tana þig og ertu tilbúinn eða? Já. Ok, þá ætla að byrja hér á fyrstu sturgluðu staðrind dagsins. Það er árleg naflahátíð í Japan. Naflahátíð? Já, það er valinn flottasti naflinn, stærsti naflinn, skrítnasti naflinn og fleira. Og já, þetta kemur mér ekkert óvart. Japanarnir eru öðru í sem við. Og ég meina alveg svo ef að Japan myndi frétta það við verum eins og bara þorrablót á Íslandi er ekkert eðlilegt. Þannig að geta andlitið á einhverjum reyndur í Japanir og geta hrútspunga og eitthvað svona sko. En þeir ekki geta hund og ketti í Japan eða er það í Kína? Það er í Kína, í Kína spísir þau hundi. Það er ekki í Japan. En eru þeir ekki líka að geta þar? Já, það kemur einhver óvart. Já, það er eitthvað. Hvernig hund ef fengir að fá þér eitthvað flottan hund að borða? Hvernig myndir þú fá þér? Saint Bernard. Ég skal sé gott kjötuð þar en ég myndi aldrei geta hund fyrir mitt litla líf. Maður stýttir hundir með hann að Turner & Hooch. Svona bulldog? Já, bulldog, já. Það er sér feitt og gott. Eða bara fá sér eitt chihuahua í brauði. Eða það. Það getur verið nett. En ég myndi ekki geta hund hins vegar. Áhverju ekki? Því maður, ég hef átt þegar á hundi en ég er mikill hundaðunur. En þú getur svona chicken? Já, chicken er bara chicken. Það er ekki hundur. En alltaf svo höldum áhuga sundastæðan. Er eitthvað meira sem þú vilt að ræða með þessar naflahátíð? Hvernig naflinn á þér? Er hann flottur? Það er fínn nafli, hann er svona inn. Já, minn líka. Ég held ég sem er fín nafla. Færður naflakusk? Nei, ok. Þá ætla ég að halda hér áfram með sturglaðar staðreyndir. Næsta það er fólk að skilja á 10 sekúndar fresti í Bandaríkjunum. Þannig að ef við teljum núna í 10 sekúndur þá var einhver að skilja. En það eru fleiri að gifta sig. Var það ekki svipað? Ég var með einhverja sturglaðar staðreyndir þann daginn. Nei, það hlýtur að vera fleiri sem gifta sig. Til að skilja þá þarfst að gifta þig, sko. Ok, það er ekkert alltaf. En byrju hvað minnur? Skilnaður er milli, sko. Já, fólk sem getist það er reyndar hárrétt þér. Góða punktur. Svo er það næsta. Af 88 af elsta fólki heims eru bara 6 karlmenn. Já. Þannig að það er 82 konur og 6 kallmenn. Já, því að kallmenn eru náttúrulega alltaf vinnandi og er drullu erfitt. Meðan það er meira svona chill. Nei, ég heldur að sé það. Þetta er ekki, meira álag. Nei, ég veit ekki allavega. Drullu erfitt. Já, voðalega erfið vinna sem þú ert í. En svo bara... Sittandi raskatinn í útvarpinu og lýsa fótboltaleikjum. Já, milli þess sem ég er út í bílskúra að gera við eitthvað og hendum einhverjum innréttingum og í einhverju ömurlegu lofti. Þetta hjálpa mömmuðin eitthvað að neyma þér? Já, ég svo maður að smíða alltaf eitthvað og... Já, áfram með þetta. Í New York eru 1600 manns bitin á hverju ári af öðru fólki. Sturlu staðreind. Við vorum ekki bitnir þegar við vorum um daginn. Nei, við fórum til New York um daginn og það var enginn að bíta okkur. Þetta er svona rosalega hátt tala, 1600 manns á ári sem eru bitin af öðru fólki. Já. Spæður rölda bara einhver stær hérna Times Square og skemur ykkur að bíti þig. Hvað langt sem þú voru bitin? Ég var bitin þegar ég var í 7. bekk, bitin í læri. Já. Hefur þú verið bitin? Já, svona fyrir utan einhver lítil börn sem var bitin við þá mann ekki eftir. Eru þau mikið í börninu að bíta? Nei, þú hefur eitthvað að taka út pötta bara og... Já, svona kemsa ánum. Já, en það er, ég hef aldrei bitin eitt sjálfur hins vegar. Sveppi hins vegar hefur bitið og klórað þegar hann dættur í brjálæðiskast. Ef hann lendir í slagsmálum þá hikar hann ekki það. Það halda áfram hér með sturlulegar staðreyndir. Það eru fleiri í heiminum hræddir við froska en rottur. Sturluleg staðreind. Ég veit ekki af hverju ósköpunum. Reyndar er eitrasta dýr veraldar er froskur, vissir það? Nei, ég var ekki búin að pæla í þessu. Nei, þetta lærir og hangi í kringum mig. Svo er það næsta, 47% af fólki fær martröð allavega einu sinni í mánuði. Já, ég fekk eina hérna fyrir 2 vikur síðan. Já, ég ætla að vera eitthvað að brjótast inn og eitthvað. Já, það er óþægilegt. Alltaf svona svo þægilegt eftir martröð. Nei, svo ætla ég að reyna að standa upp og eitthvað. Það var einhvern veginn fastur í rúminu. Já, ok.
Mjög skrítið. Vond martröð þar á ferð. Það er næsta. Suður Kórea er með Forever Alone daginn árlega og það átt að vera eitt sem mest þennan eina dag á árinu. Það er svona eins og nánast allir dagarnir mínir á árinu. Já, sveið mig þá. Svo er það næsta. Það tekur 4 sekúndur að fá óþægilega þögn. Já, þetta var óþægilegt. Það var samt rosa fyndið hjá okkur að gera þetta. Já, alveg meira á þess. En við hugsaðum báður á saman tíma, það er það versta. Þetta var ekki planað eins og. Svo er það næsta hér. Þeir sem drekka kaffi stunda meira kynlíf en þeir sem drekka ekki kaffi. Sturlu staðreynd. Ég drekki, þú drekk kaffi. Já, inn á milli ef ég er þreyttur. Þú notar kaffi og þú notar tóbak, ég notar hvorugt. Ég er hættur að taka í vöruna og drekka rosalega lítið kaffi. Nei, ég er ekki hættur að taka í vöruna. Ég er búin að minnka rosalega. En þú varst aðeins síðast bara rétt á hann. Nei, ég hristi hausinu við. Hættu þessu. Sástu ekki hvernig ég hristi hausinu við? Hættu þessu, en ég drekka ekki mikið kaffi. Svo ógeðslegt. Það er bara mín persónulega skoðun. Að drekka kaffi? Nei. Já, bakið viðbjóður. Það er ógeðslegt. Ég er sammála því, enda er ég að reyna að hætta þessu. Svo er það næsta. Charles Osborne var með hiksta í 69 ár. Sturlu staðreynd. Okay. Hressandi, gæti ekki brugðið honum með það. Gæti ekki komið svona bara Charles! Svo er það síðasta. Einmannaleiki er jafn hættulegur og reykingar og offita. Þannig að, já, þú ert á toppnum án tóbaksjörur allavega, en þú ert mikið einn og spikfeitur. En þú varst að segja að vera að reyna. Veistu hvað er sem rýma við... Veistu hvað rýma við try? Hvað? Lie. Nei, hættu þessu, Þú ert oft trying and lying. Ég er trying en ekki lying. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Við förum næst í hlustenda, hvað heitir þetta, Sumarleik FM 957 og svo ætlum við að keppa í lélegu atkeppninni. Það er eins og að komið að Kanye West með ríkala flott lag og heitir Runaway. FM 957 kaftininn kynna leitin að morganettunum 2012. Morganettur eru lífverðir og verndarinnar kaftinsins. Ef þú ert ótrúlega hress og langar í skemmtilega og öðruvísu aukavinnu, kíktu þá núna á Facebook-síðu kaftinsins og skráðu þína kosti og senda honum myndaðir. 15. júlí verða 10 stelpur valdar í undanúrslit og svo mun þjóðin ásamt kaftinunum velja 3 sem verða ráðnar í jobbið. 3 efstu vinna svo Nokia Lumia. 957 er topp tónlistastöðin. Takk Jói minn. Ef þú svarar rétt, getur þú unnið eftirfarandi vinninga. Riverrafting frá Arctic Rafting, pizzuveislu frá Dominos, gjafabréf frá Topshop, fæðubótarefni frá Perform.is, opna miða á Spiderman og Justin Bieber og Pocket 57 diska frá Senu. Ef heppnin er með þér, getur þú í alvörinni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur engin betur. Fólk skiptist í 2 hópa, þá sem eru búnir að kaupa miða og þá sem eiga eftir að kaupa miða. Víkingalottó. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Toppslagur í Pepsi-deild kvenna í beinni á Stöð 2 Sport og Vísi. IBVF Stjarnan í dag klukkan 17:55. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deild kvenna á Stöð 2 Sport og Vísi. Útsalan er hafin hjá Gunna í Herra Hafnarfirði. Herra Hafnarfjörður. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna besta útiháttíðin Dagana 5. til 8. júlí. Það verður dansað og dansað og dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hér með I Follow Rivers í FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafleðarsson með ykkur til 6 í dag. Það styttist ég að við förum hér í vondu atkeppnina. Þar sem að við Hjörvar keppum með hvor okkar gerir verra at, en það þarf samt að vera eitthvað svona tempo í því. Komum betur inn á það hér eftir örskamma stund, en við ætlum fyrst að ringja hér í einhvern heppin eða óheppin einstakling í Sumarleik FM 957. Og þar sem að vinningurinn fór ekki út síðast og
Já, þá er sem sagt tvöfaldur vinningur núna og það er raftingferð með Arctic Rafting og pizzaveisla frá Dominos. Þannig að ef að sá sem við ringjum inn núna svarar ég þekki Ásgeir Kolbens, þá fær hann báða þessa vinninga. Annars verða 3 vinningar hér á eftir hjá okkur í kringum 6-leitið. Þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Ég ætla að stimpla bara hérna inn númerið og sjá hvort að viðkomandi svarar með ég þekki Ásgeir Kolbens sem er sem sagt línan núna. 48 og hafa bara að tekka hérna á þessu. Það er ekki smá hringing. Það er bara í stöðu. Háðu meira nú að? Ef það er ekki svarað, þá gildir það sem síndals. Já, til miður. Það er samt full mikill svona peppleiki í þessu. Í þessari hringingu? Já, ég ekki nefnir að hringja oft. Þú er komin í samband við talhólsnúmer 4. Já, að tala inn á talhóli hjá henni. Þetta er stúlka sem heitir Helga Björk Pálsdóttir. Ekki er hægt að taka á móti. Veldu stjörnu til að skrá þig inn í talhólið. Það er að vera allt vitlaust bara. Hringdu aftur síðar. Helga Björk, við erum hérna í FM 95 Blöð, þú hefðir unnið pizzaveislu og rafting í FM 95 sjöleiknum en því miður, þá svaraðir ekki. Vonandi varst að gera eitthvað mikilvægt og við hringjum bara seinna. Þá er það búið, það þýðir að það eru 3-faldur vinningur hér hjá okkur á eftir, þannig að það er að gera að svara rétt. Þannig að í boði á eftir verður rafting og pizzaveisla ásamt miðum á bestu útihátíðina. Þannig að það er til nóg að vinna hér eftir. Svo maður fara í 1 lag og keppa svo í vondu atkeppninu við Hjörvar og svo líka flottu lagkeppninu eftir. Þannig að það er mikil samkeppni framöndan í þessum þætti. Þetta er flott lag maður. Þetta er fínt lag. Childish Gambino, Heartbeat. Hjá okkur hérna í FM 95 Blöð og Hjörvar, það er komið að keppni sem að, þetta er nú að blunda í okkur í smá tíma. Já, segðu. Þetta er, ég og Sveppi og ég og Pétur höfum oft keppt í atkeppni en við höfum aldrei keppt í lélegu atkeppninni og það er það sem við Hjörvar ætlum að keppa í dag. Ég er með síman hérna sem ramma mig og við ætlum að ringja í, ég ringi í 1 númer og þú 1 og þetta er bara basically keppni hvor okkar gerir léleg at en þá, náttúrulega léleg, þetta er ekki bara vifta, það er actually að vera eitthvað point í atinni. Já, ég er búin að undirbúa mig, sko, það ég dýrka góð símaður, sko. Það er besta útásefni í heimi, sko. Ertu búin að undirbúa lélegt at? Já, ég bara, minnst þetta ekki lélegt at, minnst þetta gott at. Ok, hvort viltu vera undan eða eftir í þessari keppni? Ég skal vera undan. Ok, ég er þannig að, sko, atið mitt, ég ætla að tengja það við Árbæinn, þannig ég ætla að fara hérna já.is og tengja það, en hvar vilt þú hringja? Ég ætla að ringja í hérna... Þú fara í Garðabæinn eða... Hringdu bara eitthvað. Bara eitthvað gemsunúmer eða eitthvað? Já. Ok. Það skiptir það semst einhver máli, þú ert ekki að tengja við neitt bæjarfélag eins og ég? Hringdu bara hérna, já.is, þessi, Kristmundur. Ok. Þannig með gemsa hérna. Þetta númer er ekki við. Prófa ég hérna, fyrir ofan hérna, Kristmund. Þetta kom eitthvað. Ringir. Þetta er þú. Já, halló. Já, Kristmundur. Já. Já, Jónas heiti ég. Sælur. Og ringi frá Íslenska Hommafélaginu. Já, sæl. Já, hérna, við erum að safna peningum núna í Hommafélagið. Já, kemur ekki á vart. Já, og við erum sem sagt með 3 pakka sem hún getur stutt okkur. Já. Það er sem sagt bronspakki á 690 krónur. Ok. Silfurpakki á 6.900 krónur og svo gullpakkin á 69 krónur. Já. Hefur áhuga að styrkja hérna Hommafélagið? Er hægt að senda þetta á einhvern eða hvað? Hæ? Er hægt að senda þetta á annað heim? Nei, ég er bara að reyna að selja þig þetta. Já, ok. Hvað,
þetta pakkatilboð bara? Hvað? Já, sem sagt, í gullpakkanu þá fylgir með sko að ferði í skrúðgöngunum með Páli Óskari og þeim á bílnum. Já. Er þetta að gefa það í boss, bara bjóða manni með sér og leitið bara? Já. Hefur áhuga á þessu? Já, ég held að maður myndi nú bara dætt í bronspakkan og styrkja ykkur eitthvað vandað það sko fyrir skrúðgöngu. 690 krónur, ég senda á það gíraseðil. 690 krónur þannig að styrkir í Íslenska Hómafélagi. Þetta ekki bara fyrir skrúðgönguna sjálfa? Já. Já, mér líst ákveð. Herðu, Kristmundur, þetta símat. Það er kartu alveg. Grunaði það! Herðu, Kristmundur, Hjörvar heiti ég hérna FM 9 blöð. Þetta er eitthvað lélegasta sem ég hef heyrt. Þetta var símat. Ég er samanleikur. Hann talaði við eins og væri róskað þetta. Hérna, hvað ætlaðu bara að fara að styrkja þetta eða? Ég ætlaði bara að senda hérna á heimilisfangi hjá honum Ágústi Þór. Ok, en þetta segðu bara símat, þannig að það var ekkert verið að biðja um að styrkja eitt eða neitt. Herru, allir veginn bara gangið ykkur vel. Afsaka góðnaði. Sorry. Ok. Herru, þetta var, ég fekk óþægindasvita hér. Það er bara þannig. Herru, þetta var drullu gott símat. Þetta var frábært. Hann hélt að væri að fara að styrkja eitthvað. Hann hélt það ekki eina mínútu, sko. Hann var alltaf bara svona, hann talaði svona eins og hann væri bara með. Herru, hvað hérna, eitthvað í Rofabæ. Hérna er gott nafn, Gnýr Guðmundsson. Gnýr Guðmundsson? Verkefnastjóri. Ég ætla að leika mig svolítið með að hafa kúkað í pottin í Árbæjarlauginni daginn. Ég ætla að spyrja hvort það verið hann. Þetta er rándýrt nafn. Þetta er ábúinlega eitthvað sérvitringu, víst að þetta er Gnýr. Ég var í skítrædduðan. Þetta er Gnýr? Já. Ekki margir á landinu alltaf, held ég. Bróða. Shit, ég myndi aldrei þóra hringja. Það er vinalega hringing. Já, hann er með partí í hringingunni. Hæ. Já, er það Gnýr Guðmundsson? Það er hann. Komdu sæll og blessaður, Hafþór heiti ég og er að hringja hérna frá Árbæjarlaug. Já, blessaður. Blessaður, ég var að fá þá ábending að það hefur verið þú sem skeist í pottin. Já, það passar. Það passar. Yes. Ekki gera það. Já, ég lofa því. Þú ert hér með komið áminningu. Já, klækilegt. Það er bannað að kúka í pottin. Róbert. Hver er þetta? Þetta er svo lélegt. Ég veit að Hafþór er þetta frá Árbæjarlaug. Já. Ég er svolítið mikilvæg á fundi. Já, ok. Ekki kúka á fundunum. Nei. Afsaka ánægð. Hvað, hérna... Viltu að ég hringja aftur, eða? Nei, ég ætla ekki að vera að tröfla fundin. Afsaka þetta. Ok, alltaf læg. Ok, bye. Shit, þetta er bara... Þetta var þetta mjög gott símað, sko. Varstu ánægður með þetta? Já, ég meina... Gnýr Guðmundsson. Já, Gnýr Guðmundsson verkefnastjóri. Nettur náungi svo. Já, þetta var nettur gauður, sko. Já, mája það. Þetta var reyndar fáránlega góð símaður. Fannst þér? En keppn og ekki keppni, er þetta að láta kjósa í þessu rugli? Nei, ég held ekki, ég held þetta að vera svona... Við erum að fara í flottulega keppnina hérna á eftir, ekki frekar að bara nýta atkvæðin þar? Jó, við bara höfum jafn til þetta. Þetta var svona, ekki segja þetta hefur jafn lélegt bara. Hvort aðti fannst þið betra, eða þú ættir að kjósa betra aðti? Þetta er eiginlega svona, að því ég er svo lítillátur sjálfur, ég ætla bara að gefa þér það. Ég er lítillátur sjálfur, en mér fannst mitt betra. Þetta var þetta ræðið. Þetta var lélega aðkeppnin, flottulega keppnin hins vegar hér rétt handa á hornið og þá er komið ykkur hlustendum að hringja í 511-0957. Fáum David Guetta fyrst. Það er ekki tekno í þetta hjá David Guetta.
I Can Only Imagine heitir lagið og Chris Brown þarna með honum. Sá rævill, en það eins og komið að keppni hér í FM 95 Blöð sem ber nafnið Flottulagakeppnin. Þetta oftast hjá okkur á 50 dögum, en þar sem að Hjöppi K með mér í dag og Sveppi á 15 og þá ætlum við að fara í Flottulagakeppnin í dag. Staðan áður en þú fórst til Spánar, hvað hættir þetta bara aldrei? Ég var komin yfir, sko. Var ekki 9-9? Ég var ekki verið barnalegur núna. Nei, ok. Ég var komin yfir. Var 10-9 fyrir þér? Já, okay. Ég var einum yfir. Já, þá bara gef ég það, bara 10-9 fyrir þér. Ekkert barnalegur, feskur. Og já, þetta ekki flókin keppni, við spilum báðir 1,5 mínútu úr lagi sem okkur finnst flott. Svo undir ykkur komið kæru hlustundur að velja hvort lagið flottara með því að hringja í 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Hvað, hættir þetta lag ekki það? Bara, ég þó bara pása á laginu. Já, það kemur 0-0-0 hérna, lagið löngu búið, sko. Þú bara komin eitthvað transmix á þessu. Já, mikið. Þá getum við hafið hér flottu lagakeppnina. Ertu tilbúið með lag, Hjörvar? Já, ég er tilbúið með lag. Þú byrjar. Já, veist hvað, ég ætla að gera það. Þú ert alltaf að segja takk aldrei en að sensa. Ég ætla að taka áhættu í dag. Það er ekki, og þú heldur núna... Er það Michael Jackson Beat It núna? Er það Michael Jackson Pearl Jam eða... Nei. Nirvana eða... Ég er að taka mikinn sens hér og þetta lag bæði hrikalega flott og minnir mig á mína uppáhalds sjónvarpsþætti í leiðinni. Vá, taka Beatlana? Þetta er þáttur nú Korki hérna, Obla Dí, Obla Da. Life Goes On, það var eitthvað gott lag. Nei, þetta ekki bróðinn, þetta þáttur sem heitir Office og... Lagið með Stereophonics og heitir Handbags and Gladrags og það lagið mitt í Flottulagakeppninni. Skulum hlusta á þetta eðalag, svo fær Hjöppi að spila sitt. Leggja mig. Leggja? Nei, 3. dagur, þetta bara cozy. Hlustið. Leggja mig. Treystu á atkvæðin ykkar. Hér á, hversu langar eiga þessa 20 sekundur að vera? Það var svo flottu partur að koma. Þetta svo flott, maður. Þetta rosa fínt, maður. Þetta flott lag. Þetta Handbags and Gladrags með Stereophonics. Það endar kóngurinn Rod Stewart sem á þetta lag upprunalega. Þetta mitt framlag hér í Flottulagakeppninni og það komið að Hjöppanum. Já. Ég ætla að, stundum rífst fólk og þú vilt hafa þetta þinn hátt og stundum vil ég hafa þetta minn hátt. Já. Og í kjálfari datt mér í huga að hafa lagið I Want It That Way. Já. Með hljómsveitinni Backstreet Boys. Gjörðu svo vel. Þú er 32 ára. Lækkaði niður í okkur. Já. Og hækkaði vel í sig. Ég er að fara að lækka. 32 ára, hörrar. Í Flottulagakeppninni. Já, þið heyrðu rétt. Þegar við erum að keppa og hann ákvað að velja þetta lag. Nú erum að gera að hringja í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Ég þarf eiginlega að vinna þetta til þess að jafna Hjörvar. Ég er búin að vera yfir allt sísónið samt. Þetta er hvað aðeins að ná hérna í lokin. Ég er búin að vera með, já, ég er óbúslega stoltur af þessu lagi. Já, það er gaman að heyra. Vonandi að hlustendur sé ekki sammála. Ég var með Stereophonics, Handbags and Gladrags. Sjáum hvað fyrsti hlustandi segir. Hvort lagi fannst þér flottara, kæri hlustandi? Hjöppi K. Hjöppi K. Takk kærlega fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Takk kærlega. Þið finnst I Want It That Way flottara en Handbags and Gladrags? Já, hann er búinn að skella á. Ekki gera lítið úr. Ég er ekkert að gera lítið úr honum. FM 95 Blöð, hvort lagið fannst þér flottara? Hjöppa K. Takk kærlega fyrir mig, þykir óbúslega væntum með þetta. Hvað hét lagið hans? Nei, þú veist það ekki eins og niður. I Want It That Way. Helviti gott lag. Fallet lag, fallet melodía. Veistu hvað lagið heitir sem ég var með? Nei. Nei, hann var ekki eins og hlusta þessu. Jú, takk kærlega fyrir þetta og þú ert rosa flottur og halda áfram að gera flottar hluti. Takk að vera það. Ég er ekki að gera lítið, það er bara menn verið að hlusta á keppnina til að geta greitt atkvæði. Ekki gera lítið úr hlustum. FM 95 Blöð, hvort lagið fannst þér flottara? Mér fannst lagið hans Hjöppa miklu flottara. Óbúslega mikið takk fyrir þetta. Ég trúi þessu. Óbúslega væntum við atkvæði sem ég er að fá. I Want It That Way flottara en Handbags and Gladrags. Ertu ekki búin að eiga flott sumar? Jú, æðislegt. Hvað er flopp í þig hérna? I want... Viltu taka smá úr laginu? But Syngdu. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing... Herri, en viltu taka eins úr Handbags and Gladrags? Já, ég kann það ekki. What becomes of you, my love? Þetta? Nei, hún er hætt. En ofbúslega mikið til... Takk kærlega. Já, staðan er 3-0. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði í þessari Flottulagakeppni? Ötti. Hanna, mikið einhver með viti, maður. Strákar, verðið ekki bara að koma ykkur yfir á léttbylgjuna? Reynda að setja oft á léttbylgjuna, það er ekki heyra, sko. Þetta var kósi lög hjá okkur í dag, það er ekki að segja hana. Mjög kósi. Þetta var voða kósi alltaf. Ég er góðan dag, strákar. Það eru sömuleiðis, takk fyrir þetta. Staðan á 3-1, þið getur komið hérna með comeback FM 95 Blöð. Hvort lagið fannst þér flottara, Handbags and Gladrags eða I Want It That Way? Ég ætla að með lauta. Hanna, já, vel gert, þið eru á comeback trail hérna. Þetta er ekki, horfðu verið á Office með Ricky Gervais? Hvað segir þið? Hefur þú hort á Office með Ricky Gervais?
Já, ég hef eitthvað að það. Mér er samt tættið það ekkert fyrir, sko. Já, ok, en ég get ekki rakkað þannig, fyrst þú gafst mér atkvæðið þitt. Já, Takk fyrir hringin og okkur þykir vænt öll atkvæði. Takk hérlega. Takk, bye. Hætt að sleikja þau. FM 95 Blöð, hvort lagi fannst ég flottara? Hjöppi K sem að vinna þetta. Takk hérlega fyrir það, meistari. Ég heyri að þetta er meistar á ferð. Já, ég er meistari, sko, það er ekki spurning. Ég held ekki alltaf þegar ég er kallmann að þið myndi frekar kjósa Stereophonics en Backstreet Boys. Kallinn búinn að vinna í dag? Hvað segir þið? Búið nóg að gera í dag? Það er búið nóg að gera í dag. Ég heyri þetta búið flottu dagur, Heiður. Já. Og höfum bara kvöldið enn flottara. Takk hérlega fyrir þetta atkvæði. Takk sem við leiðist bara. Takk fyrir að ringja. Takk vinnur. Bye, herru, það staða nú 4-2, ég er í hættu hérna. Hver ætlar að innsigla þetta? Nei, þetta er hérna handbag sem Gladrex. Hvort lagi fannst ég flottara, kæri hlustandi? Þetta er klárlega Ötti. Anna, ég hýði þig, Þú hefði getað fengið að innsigla þetta, en já, ég ætla að býða eftir næsta bara. Nei, ég er með kompaketta. Takk hérlega að ringja. Já, takk fyrir. Takk, bye. Staða nú 4-3, FM 95 Blöð, hvort fannst ég flottara, Stereophonics eða Backstreet Boys? Backstreet Boys. Já, ef að syngja saman. Já. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Ég trúi þess ekki. 5-3 fyrir Hjöppa með þessu ógæðslega. Kveðja frá Grundarfirði. Kveðja frá Grundarfirði. Bestu kveðjur til Grundarfjörðar. Elska Grundarfjörð. Já, ég er enda að beða heilsu öllum að Grundarfjörð líka. Ekkert eins gott eins og Grundarfjörð. Og takk hérlega. Eða góðan dag. Bye. Ég trúi þess ekki. Maður sé, ég ætla að sjá hvað þið gerst hérna. Hver að fengið þitt atkvæði? Já, góðan dag. Góðan dag. Ötti, Hanna, vel gert, takk aðeinslega. Við erum að tjekka hérna. Hver að fengið þitt atkvæði? Halló? Halló? Hver að fengið þitt atkvæði? Hjörvar. Hjörvar, en ekki hvað. Takk hérlega fyrir Backstreet þetta. Boys. Takk hérlega. Þið veitir náttúrulega okkur Hjörvar er svona yfir. Hann náttúrulega á öðru tónlistar tímabili heldur en Ötti, skilur. Algjörlega. Gaman að... Þú ert ekki komið þroska í þetta. Nákvæmlega. Er ég ekki komið þroska í Backstreet Boys? Já. Hvað? Ég Það veit var gaman þegar þeir voru uppi. Ég gamall og Hjörvar. Ég var 15 ára, 16 ára. Ertu ekki yngri en Hjörvar? Já, Anna, takk æðislega fyrir þetta. Þú ert búin að bjarga deginum. Ég er til í að tapa flottunarkeppninu fyrir þetta komið. Takk æðislega. Takk hérlega fyrir atkvæðið. Ok, bye. Herðu þarna, ég gæti ekki enda þetta betur en þetta. Ég tek það að vera yngri. Þú ert alltaf að tala um Hjörvar og notið svo góð krem og eitthvað. Hún vildi ekki menna þessu kona. Já, alltaf hann vildi Pétur Jóhann var sammála því. Til hamingju með sigurinn. Takk hérlega fyrir það. Ég var enda þetta á að hún er derbi. Já, ég var að gefa þér smá úr því hérna. Bara því og Ógeðslega fallegt lag. En finnst þér að gæti þetta verið nýja FM 95 Blöðlagi í haust? Hugsanlega. Hvað gæti verið þá í textanum, skilur við? Hlusta á Nei, það er að hugsa aðeins. Hugsa þetta aðeins. Það gefa hún smá úr þessu lagi. Svo komum við náttúrulega. 957 er topp tónlistastöðin. Þá getið þú unnið eftirfarandi vinninga. LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Miða á bestu útiháttíðina. Fulla ferðartösku af ekstra tyggjói. Summersby flöskuborð á Englishpub. Og síðast en ekki síst gjafabréf frá Clean & Clear húðstyrktivörum. Og ef heppnin er með þér, þá getið þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur enginn byrst. Áttu smá stund? Já, smá stundurna maður. Þessar stundir þegar okkur vantar bara smá pening í smá tíma. Já. Nú þá fer maður bara inn á smálán.is. Fær smá pening í smá tíma og það er ekkert smá einfalt. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Easy body. Nei, kallið minn. Forsalan á þjóðhátíð í Eyjum fyrir N1 korthafa er inn á n1.is. N1 kortið, meiri ávinningur í leiðinni. Terminator gólmótið á Stöð 2 Sport í kvöld. Fyrri þátturinn af tveimur eitt skemmtilegasta gólmót ársins. Terminator gólmótið í kvöld klukkan 20:10. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Túborg kynnir Roskilde Festival Gönsku Kráarinnar dagana 5. til 8. júli. Framkoma Sigur, Valdimar Guðmunds úr hljómsveitinni Valdimar, Samaris, Stafræn Hákon og fullt af öðrum frábærum hljómsveitum. Armbönd veita veglegan afslátt af Túborg, Gammeldansk og Summersby. Roskilde Festival á Gönsku Kráni alla helgina. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Sá þetta ekki nóg snemma, ég hefði ekki spilað þetta lag, viðurkenna.
Engin aðdáandi Jason Derulo og hvað þá In My Head en þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Auði og Hjörvar með ykkur til 6 í dag og það styttist í að við förum í sumarleik FM 957 og þar setningin Ég þekki Áski Kolbeins þannig að við ringjum í og eftir kæri hlustandi þá ertu að svara þannig og þá ertu, ég held að sé, hvað eru ekki konum með 3 vinningar núna, þetta fór ekki út síðast þannig að það er þá rafting með Arctic Rafting, pizzaveisla frá Dominos og miði á bestu útiháttíðina þannig að til mikils að vinna og fyrir ykkur sem er ekki búin að skrá ykkur í þennan leik farið endilega á fm957.is skráðu ykkur og þá eigi séns að það verði hringt í ykkur í vikunni En þú ert eitthvað pirraður út af þessu Casillas-dæmi, ég skil það ekki alveg Nei, ég er ekki pirraður yfir því Svo að hlustendur viti hvað erum að tala um og þá er að ferða eins og eldur sinu vídeo af Casillas sem hann er að biðja dómaran að flauta leikinn af svona til virðingar svona virðingu áttir Ítala Virðingu við Ítala og segir eitthvað respect Italia, respect eitthvað svona sko En máli er það sko Þú ert með eitthvað inside information Ég er með inside information Ég var náttúrulega að fylgjast með EM í spænska sjónvarpinu Já, varst út á Spáni Var út á Spáni, það var svona Casillas Cam Það er svona þitt second home, eða ekki? Jú, það er mitt second home Það var svona Casillas Cam Það sem var alltaf myndavel á honum Bara allan leikinn? Já, myndavel á honum allan leikinn Það var alltaf sýnt svona hvað hann kærist hann að sér að vinna í sjónvarpinu þetta Hún tekur viðtöl við alla leikmenn nema Casillas ok Og þá gæst alltaf séð hvað hann var að segja í markinu eitthvað niður, upp, niður Þannig að þegar hann, til dæmis eins og núna, lappar að línuverðinum og segir að flauta leikinn af Að dómaran? Hann heitir að línuverði Nei, svo flautar hann og tekur í hendina hann er að tala við Nei, hann lappar að línuverðinu, sko, hann lappar til vinstri ok Hann náttúrulega næri aldrei svona sambandi við dómaran Dómaran þarf náttúrulega með augunum á fótboltanum, sko Og hann veit mjög vel af þessari upptöku Ég heldur hann að þetta er bara eitthvað fyrir kameruna hjá hann Já, við köllum þetta leikþátt Já, þú vilt meina þetta sé leikþáttur hjá hann Þetta kallum við leikþátt, en þetta er gott PR-stönd, sko Já, mér, allavega þegar ég sá þetta, ég fekk svona bara respekt Ég hefði hel keypt þetta ef ég hefði ekki verið að fylgjast með þessu allt mótið Já, þú náttúrulega ert að fylgjast svo vel með spænska sjónvarpinu Já, mjög gaman, það er rosalega gaman að horfa á íþróttir í spænska sjónvarpi Náttúrulega þeir lýsa eins og, það er ekki þetta hérna Já, við erum hérna stödd á 83. mínútu og kannski þessi leikur ekki alveg eins skemmtilegur og við áttum von á en vonandi að leikmenn það er bara bámbandi Lofræðina sjónara, þú boltið sér ennþá inn á þínu vallarhemningi Það er bara svo miklu svalara tungumál Það er bara passion, það er ástríða Það er ekki verið að væli yfir því að leikurinn hafi ekki staðið undir væntingum eða bla 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 Það er bara, þeir bara fari, þeir eru að selja vöru sem heitir fótbolti Þeir fari í þetta bara á fullu Það er gaman allan tíman, er ekki að röfla að segja þessi ekki búin að vera góður eða neitt svona Lýsa bara því sem er í gangi og eru bara bang on about it Og hátt tempo allan tíman Bang on about it, flott orð þér Bang on about it Ég heyrði þetta í Bandaríkjunum Bang on about it They just bang on about it Það er líka, ef þú horfir á til dæmis sjónvarpsstöðvar, íþróttastöðvar í Bandaríkjunum Það er líka veisla Það er eftir bara með 4 sérfræðinga og allir með allt á hreinu en einhvern veginn láta það virka, tala ekki ofan í hvern annan og það er mér líka gaman að horfa Sports Center Já, Sports Center Það hefur líka tekið eftir í Bandaríkjunum þá var það hefur furðulega dæmi að spyrillin spyrir þig staðin fyrir að svara honum og tala við hann þá horfur hann beint í myndavélina Já, hann er að tala við hlustendur áhorfendur sem er svona svolítið sérstakt þar sem að þú ert eiginlega að tala við gæðir en á mótið þér sko en þú horfður samt í myndavélina Það þarf líka að fara að koma með það hérna á Íslandi ætti að selja það inn á hérna, Stöð 2 Sport og annað þeir eru með bara, já það er komið að Twix atriði leiksins og það er búið að selja allt já það er komið að Gatorade leiklíðinu það er komið að Servolett keislunni Servolett, þú keirir við smökkum eða þú veist eitthvað, þeir koma alltaf með slókaninn á melli Já, bílinn kemur keirandi við skjáin Servolett drive of the game Drive of the game, já, bara svo The Subway Catch Það er allt selt Þetta vantar svolítið hérna á Íslandi að selja þetta Toyota-merkið Nú þarf ég að spyrja herðið, það er eitt sem ég er búin að lofa hlustanda hér, diggur hlustanda sem að vissi að þú er með mér í dag þegar ég twittaði það Hann er brjálaður og ekki bara hann ég teki eftir þessu frá fleirum minn á Facebook menn er eitthvað pirraður yfir þessari FH-sirpu hjá okkur í gær Já, ég var ekki þættinum í gær Já, þú varst ekki þættinum Nei, ok, þá get ég ekki spurt þig að þessu Nei, ég var ekki Það voru kvartaði við því að það hefur verið mikið sýnt úr FH Það var sýnt einhver markasirpa, einhver 5 mínúta markasirpa og svo bara stutt viðtölu og eitthvað Já, ég held að vera út að FH er eina liðið á síðustu 10 árum sem að hefur held ég 3 sinnum skora 7 mörk eða meira í saman leiknum sem er náttúrulega mjög svona ótrúið sko Þú veist að sína það bara með að það tækar undir og allt villist Nei, ekki það, ég hef ekkert á móti FH-vangum sko Nei, mér finnst alveg mega sens það því að náttúrulega þeir á að vera að slátra liðunum alveg helvið illa í gegnum orðin Já, hverju verður Íslandsmeistarar?
Það er voðalega auðvelt að segja F á núna, sko. Hvað segir þú? Ég held að það verði K-aringar. Eins og staðan okkur núna, þá er einhvern veginn svona... Þetta er að vera 2-horse race einhvern veginn, ekki? Já, og hvað er svona kongurinn í Eyjum að rífa allt í gang þar? Já, Stjarnan kom niður í 3. sæti. Hvað eru valsararnir mínir? Hvað eru þeir að gera? Þeir eru svona, hvað er ekki, bara miðadeild núna? Töpuðu síðasta leik. Hemmi Gunn var reyndar að skamma mig áðan fyrir að mæta ekki nógu mikið á leiki. Ég ætla að mæta næsta leik, alveg pottitt. Við ætlum að fara í 2 hornið, þetta er örskamastund og sumarleik FM 957. Fáum fyrst Kung for Mai, Medina. Heldur sér alveg öruglega dönsk þessi fía, hún kallar sig Medina. Og Kung for Mai. Auðvitað og Hjörvar með ykkur hér á þriðjudegi. Sveppurinn verður mættur á 5. í staðinn. Ég veit ekki hvort það sé ennþá að máta þessi giftingaföt sín. Já, en hann var allavega að því fyrir í dag og gæti ekki verið með mér hér í dag. En við Hjörvar förum í dagskrárlið á 5. dögum sem að kallast Tuðhornið og við ætlum að opna fyrir síma núna. Tuðhornið í FM 95 Blöð. Óekkert að fara að moka göturnar. Strákæs, stelpæs, hommæs. Við þú hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepjum mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllum? Það vita það allir að hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við Garbaingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara dónalur. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511 0957. Það er rétt, síminn er 511 0957 og já, það er sama reglan. Við viljum fá okkar gott tuð, ekki flipptuð og eitthvað svona. Við skulum prófa að opna þetta fyrir þetta. FM 95 Blöð, yfir hverju vilt þú tuða? Já, góð daginn, en mér vantar þess að tuða yfir hún að Gilsenekkar. Ná, ok. Já, hvað það er út af því, hann kemur aldrei í þáttinn á föstu dögum og þú veist, af hverju kemur þú til Gils í staðinn á föstu dögum í þáttinn hans og í öðru lagi, hann var komið tuða yfir sumarleiknum eftir 957 og þá var aldrei að hringa í mig til þess, þá er aldrei fólk að hringa í mig svona. Nei, ég fyrirgefðu það maður, það kannski verður hringt í þig seinna. Já, Morgunúttur Magasín, Pétur og kannski Yngvi Einsteinsson og Heiðarsmann eru aldrei að hringa í mig. Ég er alltaf með hvert og símann mínum og eru aldrei að hringa í mig svona. Já, ok. Við skulum, ég er bara vona að verður hringt í þig. Já, þess vegna ætla ég að þetta er svo auðvöldur leikur, þess vegna ætla ég að segja alltaf rétt á orðið svona. Flott, mér líst vel á þetta. Þetta er glæsilegt þér, þetta var gott tuð hér, við stefnum að láta hringi þig. Já, við skulum láta hringi mig svo getur sett rétt á orðið. Já, hvað er orðið núna? En það er ég þætti Ásgeir Kolbeinn. Það er rétt, það er vonandi eitthvað svarið þannig eftir, kannski verður hringt í þig. Já, sömulegis. Ok, bye. Hann var einn alveg brjálaður. Brjáluð, var þetta... Það var þetta ekki, hann var brjálaður ekki. Það var þetta, hættum. FM 95 Blöð, velkomin í Tuðhornið. Já, þakka fyrir, herðu. Já. Það er líka búin tuður sáður. Já. En þetta á skil alveg mörgtur. Ok, hvað er það? Það er það svo ógeðslu leikjafinnir á Facebook. Já. Ég er sammálaður þannig. Það eru hrikalega. Þegar veist, ég er alveg sendt manni, sko, sama manniska sendur manni mörgursinni í viku. Já, það er eins og, það er sumt fólk að núti sem að gera ekkert annað en að hanga í Bubble Trouble einhvern veginn á Facebook og... Já, en þú veist, Hidden Chronicles og hann og leggja mig eina. Herri, en þú ert ennþá eftir að senda, svara mér, ég sendi þér hann að request í birthday calendar. Segir þið, þetta er ógæst, ég hafa það. Já, ég er sammálað, þetta er gott. En alltaf, reyndu alltaf að accepta mér birthday calendar og svo förum við yfir einn. Já, og þá bara, ég veist, aldrei. Aldrei, takk fyrir þetta. Já, þarna, ég fíla svona, það er bara komið beint að efninu, þetta var gott tuð. FM 95 Blöð, átt þú eitthvað tuð handa okkur? Já, ég langar að tuða Sveppi. Hæ? Ég var að keppni daginn. Já. Það við velja 6 kippur af bjór. Já. Það við allir velja 1 lag. Já. Og við erum fara að ringja allt upp á staðir og þá erum við að spila þessu lag. Já. Og ég ringi hérna og tala við Sverri. Já. Og hann lofa hann var að spila lag fyrir mig. Já. Hann spila þetta ekki, ég tapa út af hann. Hvaða lag er það? Hvaða lag? It Wasn't Me með Shaggy. It Wasn't Me. Það er eitthvað gott lag, sko. Já, þetta er fínt tuð. Sverri skeitt á sig. Ég hugsa að hann skuldi mig 6 kippur af bjór. Já, ég er sammálaður, ég ætla að segja hana. Já, þegar Aron Pálmi er brálaður. Já, ég er ekki hissa. Ég skilaði til hans að Aron Pálmi sé brálaður. Að spila lag fyrir mig? Já, ég spilaði kannski eftir. Heyrið þið kall, takk fyrir. Ok, bye. Var þetta því Aron Pálmi þarna? Já, var þetta The Texas Man? FM 95 Blöð, átti eitthvað tuð handa okkur í þetta hans út? Já. Já, góð daginn.
Góðan daginn. Góðan dag. Heyrðu þetta er eitthvað góðu tvöðari. Hvað er með eitthvað góðu tvöðari? Nú, áttu svo ekki töð? Hei, býtu. Jú, ég er bara svo feimin. Ok. Þarf þetta ekki að vera feimið við okkur? Nei, ok. Þannig að mér langar að tala eins og þegar andlát verður Já. og svo á maður að læka það. Það er býta aðeins. Ok. Það sjá, við höfum nægan tíma Já, við erum ferskir hérna strákarnir. Ég ætla ekki að vera tekin. Nei. Já, þannig að þú vilt hvart yfir því að fólk sé að tilkynna andlát og fólk er að læka það? Já, Já, að fólk skuli vera að læka fréttir það, mennur þau? Já. Já, ég skilji. Ég er ekki alveg að hæfi. Nei, er það þá nokkuð að læka, er það ekki frekar bara svona einhvern veginn að séra fréttinni? Séra að reyna að láta fólk vita af þessu eða eitthvað? Já. Það er ekki nýtt, ég heldur þessi einhver ykkur ásetningur í þessu? Nei, alls ekki. Það er bara, mann finnst það svolítið skrítið. Bara óviðeigandi? Ég er döið, like. Já, ég ekki sammála því kannski. En hvað finnst þér fólk sem bara talar í síman meðan það er að keyra? Nú ekki mikið sagt. Nei, mér heyrist það. En herru, takk fyrir þetta töð. Það er samt gott fólk. Já, gott fólk, ég heyri þú út góð manneskja. Fuck já. Fuck já, herru, takk, bye. Takk, bye. Það var það síðasta töð dagsins, vona sér gott töð okkur, þú svo síðast því. Já, mér finnst ógeðslega pirrandi. Já. Ég er alltaf að senda request á svona birthday kalendar og aldrei neitt sem svara mér. Ég játa á öllu birthday kalendar, sko. Ég dýrka hana leik, sko. Svo er ég alltaf að senda leikjablaðinir og ég er alltaf að gefa til dæmis í Texas Hold'em, ég er alltaf að gefa ykkur peninga. Aldrei neitt að gefa mér. Þú verður þá fyrst að samþykja mig í Mafia Wars. Ég er búinn að gera það. Ok. Varstu búinn að semja mig í Bubble Trouble? Já. Já, ok. Hver ber svo ábyrgð á því að bjóða mér? Er það ég? Herra, þetta var gott, þá þarf einhver að fara að samþykja þessa leiki. Þetta eru skemmtilega leikir. Já. Ég tekka það, vinnur. Meira leikjabeinum. Meira leikjabeinum, leitar. Þetta var tuðhótt dagsins, við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og svo er það sumarleikur FM 957 og þá á svara ég þekki Ásgeir Kolbeins. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna Besta útiháttíðin Gaddstaðarflötum Hellu Dagana 5. til 8. júlí Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langbesta skapið Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins Sóldögg Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæðað Kauptúni 6 Garðabæ við hliðin á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Toppslagur í Pepsi-deild kvenna í beinni á Stöð 2 Sport og Vísi. IBVF Stjarnan í dag klukkan 17:55. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deild kvenna á Stöð 2 Sport og Vísi. Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í miða á bestu útiháttíðina 2012. Taktu þátt í Instagram leiknum á bestu útiháttíðinni. Flottir vinningar fyrir bestu myndina. Taktu mynd með Instagram og settu hashtagið besta12 fyrir framann. Og myndið þín er sýnd á risaskjám á aðalsviðinu alla hátíðina. Vinningshafinn er síðan tilkynntur á fésbókarsíðu bestu útiháttíðarinnar mánudaginn 9. júlí. Sjáumst á bestu útiháttíðinni. FM 957 á FM 957 If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Vantar 4 mínútur í 6 við Hjörvar Hafliðarsson förum að kveðja hér í FM 957 en ekki fyrir við erum búinir með sumarleik FM 957. Það kom að því að ringja hér í einhvern heppinn hlustanda og hann þarf að svara, ég þekki Ásgeir Kolbeins og þá hann, þetta er ekki búið að fara út núna, síðustu 3 skipti, þannig að hann getur unnið raftingferð með Arctic Rafting pítsuveislu frá Dominos og miða á bestu útiháttíðina. Ef þessi einstaklingur svarar rétt fyrir ykkur sem er ekki búin að skrá ykkur, fara endilega inn á FM 957 og skrá ykkur hennar leik. Það er ekki eftir neina að bíða, ég ætla að ringja hér og aðtuga hvort ég fái, ég þekki Ásgeir Kolbeins. Maður sjá, það er að gera þetta svona og tökum á þessum.
Þú ert komin í samband við talhólf 8, 6, 6. Þetta er frábært. Við fáum ekki eins og neitt bara til að ringja. Fáum ekki eins og talaði fólki í þessu leik. Hrikalega hressandi. Getur ekki hringt ykkur annað eða? Nei, Er það svona harða reglur í þessu? Já, það er bara einn á klukkutíma og bara 1 númer. Ok. Finnst það, ef að gefa það séns sem við hringdum í áðan. Já, ekki. Og tekum að, sjáum hvort það skýti tvisvar á sig, það væri mikið, sko. Og svo tekum við það. Stranga reglur í þessu, heiðarima. Já, menn ekkert að fíblast hérna í sumarleika fyrir 957, þú veist það sjálfur. Reyndar þú segir það. Þetta bara verið eitthvað djók, eða? Nei. Voðalega er þetta eitthvað. Já, þetta með það, við ætlum að prófa 1 númer viðbót sem við ætlum að svindla eins. Svona, og syngjum hér. Og það þarf að svara, ég þekki Ásgeir Kolbeins. Halló. Hæ. Hæ. Þetta, þú svaraði ekki rétt. Þetta grínast. Nei, þetta er beinni útsendingu á FM 95 blöð. Þið hringdu líka á þann. Ég veit að við ákveðum að gefa þér annan séns. Er það grínast? Ég er í vinnunni núna. Takk fyrir að hlusta, Helga Björk. Takk fyrir það sem leiðir. Já, þetta er bara, sko, þú varst á leiðin í rafting og varst á leiðin á bestu útihátinn og ofið að fá pítsuveislu frá Dominos, þú skeist að þig. Það eru leiðileg mig. Við hringdum í þig. Ég veit það. Það er ekki að biðja meira. Nei, en það er ekkert út af fjallna. Nei, þetta er leiðilegt, maður. Já. Fekst 2 sjensa hjá okkur í dag. Viss. En það verður kannski hringt í aftur seinna. Vonandi. Hvað er þetta að vinna? Ég er hérna að hugsa gamla fólkið. Já, það er nú gott. Þannig að... En eru þau ekkert að hlusta FM 95 blöð? Eldra fólki? Nei. Sumir. Takk fyrir. Já, ok. Herðu, við bara þökkum fyrir og já, því miður, ekki að þessu sinni. Nei. En Lína Nesens að það var hringt í aftur, ég elska Ásgeir Kolbeins. Já. Nei, ég þekk hann, já. Já, ok. Ég myndi alltaf að svara að þú veist að ég hefði glemt að fyrir nærbuxur í morgun, en... Já, ok. Ég beði að heilsa á Elli. Takk fyrir það. Ok, takk, bye. Ég er hérna með stórfréttir. Hvað eru stórfréttirnar? Í fyrsta flokki í meistaramótunni hjá GKJ. Já. Það er í efsta sæti Ríkard Óskar Guðnason. Ríkard Óskar? Rikki G? Já. Ríkard G? Er hann efstur? Já, hann er efstur. En hann er samt mættur inn í stúdíu og er að fara að hefja sín útsendingu? Já, það er. Og hvað er hann að spila á strákurinn? Hann er að spila hvað, 74 í dag? 74 í dag, til hamingju með það, Rikki. Já, takk fyrir það. Þetta er ekki búið, það eru 3 dagar eftir, mikið eftir. En þú lætur samt eins og þessi búið. Þetta er fyrsta sem þú sýnir hjöpað þú mætir inn í stúdíuð. Þetta er búið, sko. Pétur Pétursson, er þetta Pétur Pétursson fótboltamaður? Nei, alls ekki held ég. Nei. Til hamingju með þetta, Rikki, hann verður með ykkur hér til 9 kvöld og ætlar að útskýra fyrir ykkur í 3 tíma hvernig hann komst á toppinn þarna á þessu meistaramóti í golfi. Þannig að ekki missa því, ég ætla eins og að enda þetta lagi sem er í miklu uppáldi á mér og væri bara fínt lag svona leiðinni heim. Af því við fórum nú ekki í þann lið. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, Hjöppi, takk fyrir daginn.